Verð á mat. Þetta er búið. Yep. Live. Live alls staðar. Live. Are we live? Yes, my love. Yes, my love. We're live. Erum live. We're live. Já. Hörru, hérna, hvar voru hérna? Gljúfra. Lesgljóðum mitt. Að sjá. Það er svona að fá lesgljóðum mitt svo ég geti lesið. I need my reading glasses so I can read for you today. I cannot use these glasses. These are glasses I use for driving. This for my normal size, but when I need reading, I need these glasses. They are stronger. Þegar ég er að lesa fyrir ykkur að ég er að nota lesgleraugu. Það er svolítið sterkari en þegar ég er að keyra á hana þá nota ég þessi gleraugu sem er með á mér. Verið velkomin á Grace Just Daily Prayer og svo yndislega fimmtudegi. Já. Gleðilegt sumar. Og gleðilegt sumar. Sumardagur fyrsti. Yes, the summer day, the first summer day in Iceland. I don't know how it is in other countries, but this is our summer day here in Iceland. Yeah. The first summer day. And we had a big day today. We just my second youngest grandkid was we have the big celebration of this when kids are in the teenage. They go to church and they Accept the Lord. accept the Lord as their Savior, and we have a big celebration. So we had a big party today, and this was a wonderful day. And but there were things that I didn't like there because the church is supposed to. Það var ekki tónlist á það.
hold ritual up in the manner of like in the Luther Church at the Ale. Okay. Because I saw a lot of changes in the church because they've been talking like in France and England and all over the world because of this TPQ, GGP, blah, blah, blah. And the holy thing about the sacrament up at the States and the code of the priest, the code that he has on has meanings, and the code here on the cloth, they kiss it and they put it on. This is a very sacred thing. And yeah, preacher there made this in the colors of for the trans people, and this is breaking the rules of the church. And like they're doing, they are mocking the church. They are not following the rules of telling people that they are following the Christians' rules, but they are not doing that. They are going to the holy place of the altar, and they are doing these things in front of everybody and changing everything. Answer this. Changing everything and changing the words in the Bible. And I was just listening to that today, and this was for me as a Christian person a little bit hard to listen to, seeing that the preacher can do whatever he wants inside of the house of God where these holy things are, and he's supposed to follow rules. There are rules there, and he didn't follow any of them. Change the words, and in my eyes, this is just mocking God. To listen to this, and my wife was there, and we were listening to this and having these colors of TPQ on the coat, and they've been going like in Europe, taking these off and like stopping this, that young kids can have a transformation because they are not old enough to have the intelligence to make the decision of changing themselves from taking
the tentacles of think they are, when they are men, they are thinking they are woman, and when they are woman, they are thinking they are men, and telling, like, when I was listening, they were telling like Jesus was a sister. And I was just like, what? First time I heard that word, that Jesus was a sister. Ég hefði þarna inni þar sem að presturinn var að segja það að Jesú væri systir. Og ég hef aldrei heyrt þetta áður, en hún sagði þetta og það er svona eins og, já, að trúin sé bara orðin að, já, að bara einhverju í Lútherkirkjunni hér, ríkiskirkjunni hér á Íslandi, bara eitthvað djók. Og þetta er mjög skrítið og þetta bara til ábyrgnar skammar. Og nú hafa löndin í kringum okkur verið að stoppa þetta og snúa sér að því að láta trúna í friði og leyfa trúin að vera, halda trúnni frá pólitík. En hér á Íslandi Ísland er eina landi núna í Evrópu sem leyfir alla þessa hluti. Við erum eina landið á Íslandi sem leyfir allt þetta að börn vilja fá breytingu að þá mega að gera það. En það eru lönd hér í kring sem Frakkar, Englendingar og Noregur og fleiri lönd. Þau eru búin að stoppa þetta út af því að sjá það að börnin hafi ekki þroska eða vitsmuni til þess að taka þessar ákvarðanir. Það er alveg fáránlegt hvað Íslendingar eru já, bara vont fólk í sambandi við trúna og pólitíkina. Það er fá pólitíkina til að fara inn í kristna kirkju. Já, hrikalegt. Það er hrikalegt að horfa á þetta. Sorglegt. Sorglegt. Geturðu náð í vatn fyrir mig? Jöp, svo sem ég. Þetta er hlutir sem að hefur ekkert með trúna að gera og við erum með trúin er með regluverki hér í og að sem við eigum að fylgja og það er ekkert mál að fara til sýslumanns og gifta sig. Það eru lög fyrir því en það er algjör óþarfi að vera alltaf að ráðast inn í kirkjurnar til þess að fá ykkur fram, til þess að eyðileggja trú fólks.
út af frekju einhverja minnihlutahópa sem trúi ekki á Krist og að fara þar inn til þess að frá sínum vilja til þess að eyðileggja trú annarra. Það er ekkert annað sem að eiga sér stað. Þetta horfum við upp á. Nú, það er svona, já. Það er svona fyrir brjósti á manni. Leiðilegt að horfa á þetta. Ég hef ekkert á móti homum og lesbíum og allt það og þegar það er fullorðið þá má gera það sem það vill og það gerir bara það sem það vill og það er ekkert á því en þá ekki vera að fara inn í trú hjá fólki og reyna að skemma þar út af því að það er að deyja úr frekju. Herðu, hvar vorum við komin í 7. kafla. 7. og 8. í dag? Já, 7. og 8. í dag. Yeah, we are in Proverbs and we are gonna read chapter 7 and 8 today. Og við erum komin í orðskviðna og við munum lesa kafla 7 og 8 í dag. Já. Við áttum yndislega stund í gær og vorum mikið að tala hér við vini og fór svona svolítið tími í svona, já, í svona, bara svona spjall hér á Grace Church Daily Prayer og það er bara partur af kirkju okkar að við erum frjáls að ræðum allt og við ræðum hér við fólk sem að glíma við sín vandamál og annað og við vini okkar sem að þurfa að tjá sig og eins og ég segi, ég á mikið af vinum erlendis og blessaður Siggi Smári, gaman að sjá þig framdi og við höfum vini út allan heim og þeir koma hér á og tala til manns og maður hefur gaman að heyra frá þeim og þá fór spjallið svolítið út það í gær og sem var bara gaman og hélt mun lengur áfram að þó að við höfum verið búin í útsendingu þá héldum við vinirnir áfram í spjalli sem var bara yndislegt og búin þetta fram á nótt það er bara eins og þannig er svona viljum við hafa þetta á Grace Church Daily Prayer að við erum ekki kult og við erum að sýna fram á það að Guð er ekki gott og hér er eins og Biblían segir, það er eitthvað kvaðið til þess að vera kristinn maður og þegar þú kristinn maður að það er allir menn frelsaðir og eini munurinn er sá að þú sem tekur á móti Kristi að þú getur talað við Guð og þú getur leitað Guðs og Guð svarar þínum bænum og hann hjálpar þér í gegnum lífið. Og það er eini munurinn sem er í því að trúa á hann. En Guð dó fyrir alla menn,
Jésu Kristur var ekki maður, hann var Immanuel, Guð með oss og eins og Gabriel Engill sagði Jakob að skýra eins og Jesía spámaður sagði að hann átti að heita og þetta kemur allt í orðinu. Og eins og af allt þá mun svo fallega kona mín sem fallegust í mínum augum hún mun byrja þetta á litli bæn í Jesú nafni. Amen. Amen. Ég elska Jesús, við leggjum þessa stund í þínar hendur, Drottinn minn. Heilagur andi, ég bið þess að þú blessi varir okkar Sigga og gefur okkur frið í hug okkar og hjart okkar, líka þeirra sem eru heima að hlusta. Og blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Við ætlum að lyfta upp nöfnum upp í náðuna. Við ætlum að lyfta upp Óskari, Örvari, Valdísi, Valgarði, Snjólugu, Ísabellu og já, bara allri fjölskyldunars Húberts. Og Sigga Smara. Og Sigga Smara, já. Við erum að lyfta honum upp og að biðja fyrir fjölskyldu þeirra og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan anda að stíga inn í þær aðstæður og biðja heilagan anda að blessa þarf og eins og þið vitið að Guð ansar okkar bænum. And the names we listed here up to God, we ask God to bless their families and ask the Holy Spirit to help them with what they are dealing with, because God knows what they are dealing with, and like you know, God answers our prayers. Amen. Amen. Everybody say amen on this beautiful Thursday. Og allir segja amen á þessum yndislega fimmtudegi. Amen. Amen. Og ég ætla að byrja að lesa hérna í orðskrifunum. Við nefnilega kláruðum allt Nýja testamentið og þá leiddi Guð okkur í það að fara í orðskrifunna því að það spekin og til þess að hjálpa okkur að skilja Nýja testamentið og skilja Biblíuna. Já. Svona allt plan hjá Guði, það var ekki eins og við ákveðum að gera þetta, það var Guð sem að gera þetta. Já. Svona vinnur Guð og við fylgjum bara. Amen. Við fylgjum bara. Já. Amen. Well, I'm going to read now from chapter 7 and then we are going to play it in King James 16:11 like we always do because it's beautiful scripture, but I wanted to have it in an older Bible, but I don't have it in where I can play it for you. They don't have it on anything like that. So I would have to read it for you, so it's a little bit different. So I'm gonna start to read now. Son minn, varðveitu orð mín og geym þú hjá þér boðorð mín. Varðveitu boðorð mín og þá munt þú lifa. Og áminning mín eins og sjáaldur auga þíns. Bind þau í fingur þína, skrifa þau á spjald hjarta þíns, seg við spekina, þú systir mín, og kallaði skynsemina vinkonur, svo að þær varðveiti þig fyrir léttúðlegri konu, fyrir blíðmálugri konu sem annarra á. Út gluggann á húsi mínu, út grindur skimaði ég og ég sá þar á meðal sveinana ungan vígstólamann. Hann gekk á strætum nálægt horni einu og fetaði leiðina að húsi hennar.
í rökkrinu að kveldi dags miðja nótt og miðdimma gekk þá kona í móti honum, búin með portkona og undirförul í hjarta. Hávær hún og óheimileg. Fætur hennar tolla aldrei heima, hún ýmis á götum eða á torgunum. Hún situr menn hjá hverju horni, hún þrífur í hann og kyssir hann og segir við hann ósviðinn í bragði. Ég átti að greiða heila fórn, í dag hef ég goldið heit mitt. Fyrir því fór ég út til móts við þig, til þess að leita þín og hef nú fundið þig. Ég hef búið rúmið ábreiðum, marglitum ábröðum egypsku líni, myrru, alögu og kanel. Hef ég sögt á hvílu mína, kom þú, við skulum drekka okkur ástdrykkin fram á morgun, gamna okkur með blíðhótum, því að maður minn ekki heima, hann farinn í langferð. Peningapingjan tók hann með mér, en hann kemur ekki heim fyrir hann í túnfylli. Hún tælir hann með sínum ákveðnum forntölum, gildi hann með kjassmælum sínum, hann fer með rakleiðis á eftir henni eins og naut gengur fram á blóðvelli og eins og hjörtur sem anar í netið. Örin fer í gegnum lifur hans eins og fuglinn hraðar sér í snöruna og veit ekki að líf hans í veði. Og nú þér yngismenn hlýðið á mig og gef gaum á orðum munns míns. Lát eigi hjarta þið teygja á veg hennar, villist eigi inn á stígu hennar, því að margir eru þeir sem hún hefur sært til ólífs og mest grúa allir þeir sem hún hefur mist. Hús hennar helvegur og liggur niður til heimakynna dauðans. Nú ætla ég að biðja konu mína að lesa 8. kafla. Spekinn tekur til máls, heyr spekinn kallar og hygnin lætur röst sína gjalla. Upp á hæðunum við veginn, þar sem göturnar hvíslast, stendur hún. Við hliðinn þar sem gengin út úr borginni, þar sem gengið inn dyrnar, kallar hún hátt. Til yðar menn tala ég, og röst mín hljómar til mannanna barna. Þér óreyndu lærið hyggjandi, og þér heimskingir lærið skynsemi. Hlýðið á hvað ég tala það sem göfulegt og varir mínar tjá það sem rétt Því sannleika mælir gómur minn og guðleysi viðbjóður vöru mínum. Einlæg eru öll orð munns míns, í þeim ekkert fals né fáfræði. Öll eru þau einföld, þeim skilning hefir og blátt áfram fyrir þann sem hlotið hefur þekkingu. Taki á móti augun minni fremur en á móti silfri og fræðslu fremur en úrvalsgulli. Því að viska betri en perlur og engin dýrgripur jafnast á við hana. Ég spekinn handgengin hyggjendum og ræð yfir ráðdeildarsamri þekking. Að óttast drottinn að hata því illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Mín ráðspekin og framkvæmdarsemin. Ég hygginn, minn krafturinn, fyrir mína hjálp ríkja konungarnir og úrskurða höfðingja réttvíslega, fyrir mína hjálp stjórna stjórnendur og tignamenn, allir valdsmenn á jörðu. Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Auður og heiður eru hjá mér, æfa gamlir fjármunir og réttlæti,
Ávöxtur minn betri en gull og gimsteinar og eftirtekjan eftir mig betri en úrval silfur. Ég geng á götur réttlætisins og stigum réttarins smiðjum til þess að gefa þeim sem sanna auðlegð að elska mig og fylla forðabúr þeirra. Drottinn skóp mig í upphafi vegna vega sinna á undan öðrum verkum sínum fyrir aldaöðli. Frá eilífð var ég sett til valda, frá upphafi áður en jörðin var til. Ég fæddist áður en hafdjúpin urðu til, þá engar vatnsmiklar lindir voru til. Áður en fjöllunum var hleypt niður, á undan hæðunum fæddist ég, áður en hann skapaði völl og vengi og fyrstu moldarkrekki jarðríkis. Þegar hann gjörði himininn, þá var ég þar. Þegar hann setti hvelfinguna yfir hafdjúpið, þegar hann festi skýin uppi, þegar uppspretti hafdjúpsins komust í skorður, þegar hann setti hafinu takmörk til þess að vötnin færu eigi lengra en hann bauð, þegar hann festi undirstöðu jarða, þá stóði ég honum við hlið sem verkstýra og ég var yndi hans dag hvern, leikandi mér fyrir augliti hans alla tíma, leikandi mér á jarðakringlu hans og hafði yndi mitt af mannanna börnum. Og nú, þér yngismenn, hlýðið mér, því að sælir eru þeir sem varðveita vegu mína, hlýðið á aga, svo að þér verði vitrið og látið hann eigi sem vind eyrun þjóta. Sæll sá maður sem hlýðir mér, sem vakir daglega við dyr mínar og geymir dyrstafa minna. Því að sá sem finnur mig finnur lífið og hlýtur blessun af Drottni. Sá sem missi mín skaðar sjálfan sig. Allir þeir sem hata mig elska dauðan. Í Jesú nafni, amen. Rúnar og Óskar og Styrmir og Guðni og Ágústa verið velkomin hér á og yndislegt að sjá okkur. Yndislegur vinur okkar og vinkonur og þetta er gaman að sjá vini sína hér koma. Við elskum ykkur og með þessi speki hér í orðskviðunum vera ykkur til góðs og þegar við förum hérna í gegnum orðskviðuna þá kemur líka mikið meir fram í orðskviðunum, þú veist, hvernig maður á að öðlast meiri þekkingu, hvernig maður á að virkja hugan og hvernig maður á að fara að því að vera greindari og láta ekki blekkja sig og orðskviðinni kenna manni þetta allt og leita sér að manni sem greindari á því sviði sem maður ekki nógu greindur í til að öðlast meiri þekkingu og þá verður maður greindari á því sviði. Og þetta kennir Guð manni hér og þetta var gert fyrir fleiri þúsund árum síðan. Það er alveg yndislegt að lesa orðskviðuna. En nú ætlum við að skipta gír og ef þú ert hér að hlusta og hefur ekki tekið við Kristi inn í lífið þitt, þá ætlum við að gefa þér tækifæri til þess. Því Guð lofar því að ef þú trúir að Jesú Kristur hafi farið á krossinn og dáið fyrir syndir þínar og frelsað alla menn og
hann hefur risið upp á 3. degi og hans er lifandi í dag, að þá mun Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi komin í hjarta þér og frelsa þig og þú mun geta haft persónulegt samband við hann. Og þetta er hans loford. And now we are going to change and we are going to have the salvation prayer, and we are going to give you a chance to have that with us and receive God into your heart. And God promised to come into your heart if you believe that God went on the cross, died for all mankind, took all the sin of all mankind and saved all mankind. And he rose on the 3rd day, and he's alive today. And then the Father, the Son, and the Holy Spirit is gonna come into your heart, and then you can talk to God, and he's gonna help you with your life. And that's his promise. That's the good thing about God. But we're gonna play King James 16:11 first, and then we are gonna go to the salvation prayer. Yes. Proverbs 7. My son, keep my words, and lay up my commandments with thee. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. Say unto wisdom, Thou art my sister, and call understanding thy kinswoman, that they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. For at the window of my house I looked through my casement, and beheld among the simple ones, I discerned among the youths, a young man void of understanding, passing through the street near her corner. And he went the way to her house, in the twilight, in the evening, in the black and dark night. And behold, there met him a woman with the attire of an harlot, and subtle of heart. She is loud and stubborn. Her feet abide not in her house. Now is she without, now in the streets, and lieth in wait at every corner. So she caught him, and kissed him, and with an impudent face said unto him, I have peace offerings with me. This day have I paid my vows. Therefore came I forth to meet thee, diligently to seek thy face, and I have found thee. I have decked my bed with coverings of tapestry, with carved works, with fine linen of Egypt. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until the morning. Let us solace ourselves with loves. For the good man is not at home. He is gone a long journey. He hath taken a bag of money with him, and will come home at the day appointed. With her much fair speech she caused him to yield. With the flattering of her lips she forced him. He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks, till a dart strike through his liver, as a bird hasteth to the snare, and knoweth not that it is for his life. Hearken unto me now, therefore, O ye children, and attend to the words of my mouth. Let not thine heart decline to her ways. Go not astray in her paths. For she hath cast down many wounded, yea, many strong men have been slain by her. Her house is the way to hell, going down to the chambers of death. Proverbs 8. Doth not wisdom cry, and understanding put forth her voice? She standeth in the top of high places, by the way in the places of the paths. She crieth at the gates,
at the entry of the city, at the coming in at the doors. Unto you, O men, I call, and my voice is to the sons of man. O ye simple, understand wisdom, and ye fools, be ye of an understanding heart. Hear, for I will speak of excellent things, and the opening of my lips shall be right things. For my mouth shall speak truth, and wickedness is an abomination to my lips. All the words of my mouth are in righteousness. There is nothing froward or perverse in them. They're all plain to him that understandeth, and right to them that find knowledge. Receive my instruction, and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. I, wisdom, dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. The fear of the Lord is to hate evil, pride, and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Counsel is mine, and sound wisdom. I am understanding, I have strength. By me kings reign, and princes decree justice. By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Riches and honor are with me, yea, durable riches and righteousness. My fruit is better than gold, yea, than fine gold, and my revenue than choice silver. I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment, that I may cause those that love me to inherit substance, and I will fill their treasures. The Lord possessed me in the beginning of his way, before his works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth, when there were no fountains abounding with water. Before the mountains were settled, before the hills, was I brought forth. While as yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he set a compass upon the face of the depth, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he gave to the sea his decree that the waters should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, then I was by him, as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Now therefore hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Hear instruction, and be wise, and refuse it not. Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. Í Jesu nafni, amen. Everybody say amen on this wonderful Thursday. Amen. And they say amen on this fifth day. And now I'm gonna take the salvation prayer og núna ætla ég að fara með frelsisbænina og hafið þessi orð eftir okkur og þannig að við koma inn í hjarta ykkur. Ég ætla að byrja að fara með þetta á íslensku og að þú ert að hlusta og hefur ekki tekið við Guðinni við þetta besta ákvörðun sem þú getur gert. Þú er enga að tapa, þú er alltaf að vinna þetta kostar ekkert og það er engar skuldbindingar á bak við þetta. Það er engar kvaðir til þess að vera kristinn maður og
þú þarft ekki að liggja á njánum að biðja fyrirgefningar því að Guð er búinn að fyrirgefa þér og hann er búinn að taka allar syndir þínar á sig og eina sem honum langar að gera út af því að hann elskar þig að það er að fá að blessa þig og hjálpa þér í lífiðinu og svo að þú blessir konuna þína, börnin og blessir börnin hans og svo sé þessi heimur fari að batna hér að það er hans vilji það er svo það kostar ekkert að taka við trú og þú getur gert hvað sem er við hana, þú getur haldið henni fyrir þig og ef þér langar að halda henni fyrir þig þú getur haldið henni fyrir þig og haft þitt persónulega samband við Guð einslega við þann ef þér langar að hafa það þannig og þá getur bara haft á milli þíns og Guðs og það þarf enginn að vita því og það er bara þitt, það er þitt, það er þín, það er bara, sem ég segi, það er ekki hvaðir, þú þarft ekki að yfirlýsa neinu að þú sért trúaður og þetta er voðalega einfalt en Gústi er alltaf að reyna að segja allt annað. Jú. En við erum ekki Gústi og við erum bara koma hér með hreint orðið eins og Jesús segir, engin maður er góður maður. Við erum ekki að hlusta á manninn en við erum að hlusta á hann og sjá líka sem hann kennir okkur hvað maðurinn er búinn að eiga við hér í ritum hans og það gefur okkur visku til þess að sjá hvar maðurinn er búinn að eiga við mikið hér í gegnum tíðina, í gegnum ritin og Guð auðvitað trilljón sinnum klárar hann við og sýnir okkur alltaf hvar maðurinn er búinn að breyta. Já. Það er yndislega við Guð. Amen. Amen. En hafið þessu orð eftir mér. Drottinn Jesús, ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að hafa dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Ég trúi að hafa dáið á krossinum fyrir syndir mínar. Og dýrmætt blóð þitt hreinsað mig allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsað mig allri synd. Ég trúi að hafa risið upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að hafa risið frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þó mig algjörlega með blóði þínu. Og þó mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurniði anda minn. Endurniði anda minn. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt núna. Ég opna hjarta mitt núna. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi velji ég að fylgja þér. Frá þessum degi velji ég að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orði þínu. Og lifa samkvæmt orði þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt er í nýsköpun. Að fyrir blóð þitt er í nýsköpun. Fyrirgefin. Endurfæddur. Og elskaður þér. Í Jesú nafni. Amen. Og þú sem að fórst með þessa bæn, vertu velkomin í Guðs ríkið og vertu velkomin í kirkju hans, því við fólkið erum kirkjan. Það er ekki bygging og musteri Guðs er líka með þinn, því Guð býr nú innra með þér og það musteri vill að
byggja upp Já. og hjálpa þér með að hreinsa og hjálpa þér að líða vel. Í Jesú nafni. Amen. Amen. And now I'm gonna take this prayer in English, the salvation prayer. So have these words after me. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you're the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and your precious blood cleansed me from all sin. and that your precious blood cleansed me from all sin. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now, I open my heart now, and I ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, love you, and live according to your word. and live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In In Jesus' name, amen. And be welcome to the kingdom of God, Yeah. and be welcome to the church. Yes. Because we the people, we are the church, and when God is living inside of you, Yes. then your body is the temple of God. Yes. It's not a house. So No. remember that, because and now we are gonna take we have the original prayer from God that He taught us. Þetta Úlfur læknir í hana. Sjá. The old version, the original prayer that God taught us. He tells us to keep us from temptation. It's not gonna lead you into temptation. Like in Luther, they changed it. It's like He's gonna tempt you to do something. He's never gonna tempt you because He is love. That's how you see how they have been changing the scriptures through the years. En svo við förum með orginal faðirvorið sem stendur hald þú mér frá freistni en ekki eigi leið þú oss í freistni. Og það er rangt, því Guð myndi aldrei fara að leiða þig í freistni, því hann er ást og þetta myndi hann aldrei gera. Þetta er bara eins og þinn frjálsi vilji, hann vil leiða þig í freistni. Og það er þessi illi vilji sem er í okkur, sem við erum að berjast við, sem er alltaf verið að tala djöfulinn, en það er þessi frjálsi vilji okkar að steypa okkur alltaf í glötun, að hlaupa á eftir vindi. Like God is always telling us that our free will is always, that's the devil we are fighting, and it's our free will, because our free will is always trying to let us follow the wind, and we are gonna go off the road. Yes. So I'm gonna go with the prayer in English. Our Father, Our Father, who art in heaven, who art in heaven, hallowed be thy name. hallowed be thy name. The kingdom come, Thy kingdom come, thy will be done, thy will be done, on earth as in heaven. on earth as it is in heaven. Give us our daily bread, Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, and forgive us our debt,
as we forgive our debtors. as we forgive us our debtors. And keep us from temptation, And keep us from temptation, so that we may stand against it. so that we may stand against it. But deliver us from evil, But deliver us from evil, for thine is the kingdom, for thine is the kingdom, the power, the power, and the glory, and the glory, forever forever and ever. and ever. In Jesus' name, amen. 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 And like we always say here on Grace Church, husband, tell your wives you love them. Wives, tell your husband that you love your husband. And tell your children that you love them. Pray for your family. Tell your neighbor that you love him. And love your neighbor like yourself. And love your enemy like yourself. Then God is going to bless you, because these are all of His creation. He created us all, but He gave us free will, that is, letting us do bad things, and He wants us, the people who have received Him, to pray for His children and ask God to bless them. And like God, He answers our prayers, and when He knows that our hearts are like this, like the heart of God, that we forgive and we pray for His children, then He blesses us, because He blesses those who blesses others. And that's how the world works. Amen. 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 On this beautiful Thursday. Amen. 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 Á þessum yndislega fimmtudegi. Já. And remember, we are going to see you tomorrow, Yes. Friday. Munið að yes. Hérna, ákveðin þau. Það er síður þetta. Ok. Og munið að við munum koma þér í útsendingu á morgun, og við elskum ykkur hérna á Íslandi, og we love you here from Iceland, og yndislega fimmtudag, og við munum sjást á morgun, og Bjarni, ég elska þig, og Guðni, ég elsku ykkur allir hérna, mín kirkja hér og mínir vinir, og yndislegt að hafa ykkur hérna, og þið eru kirkjan, og þið eru tími hér, og þið eru okkar styrkur hér, að við komum hér og komum alltaf hér í útsendingu, og með þessi orð sem komu hér í dag hafa gefið ykkur visku og blessa ykkur í Jesú heilaga nafni, og ég elsku ykkur öll, og yndislega sjá ykkur, elsku vinir, og njótið dagsins. Já, amen. Bye bye. Elskum ykkur. Love you. Bye.